Ekki tala meira þetta. Nei, þið getið ekki verið að endurtaka það sem þið voruð að segja núna. Það Sólveig Anna og Andrea Sigurðardóttir. Það ætlaði samt að fara að segja frá. Fann ykkur á Kikibar. Við vorum að Við fórum aldrei þar inn. Fórum ekki þar inn. Nei, við fórum ekki þar inn. Þér mistókst að draga okkur þangað. Við vorum bara Við vorum að fara heim. Við vorum í miðnæturgöngu í miðbænum og bara leiðinni heim til okkar. Já, ok. Ég allavega fann ykkur þar, saman hvað þið segja það. Og þið voruð að í rauninni hýsa þannig jarðarför bóksins við misjafnar undirtektir. Akkur völdið Kiki til að... Við vorum ekki inn á Kiki hvað. Hættum þessu bulli. ESB. Ég held að við ekki að tala um það. Jú, en það ekki. Eitthvað smá. Ef að byrja einhver öðru. Nei, við ætlum að segja já til að sjá. Því að við viljum sjá betra matvöruverð. Við viljum taka á húsnæðisvanda húsfólks. Og í rauninni sjá svona láglauna fólk fá stærri skerf af sinni köku. Svo viljum við fá göng til Vestmannaeyja og betra veður. Já. Sólveig, byrjum að þér. Ákvöldu nei. Því vil alls ekki fá göng til Vestmannaeyja. Nei, tjók. Ég nei af mjög mörgum ástæðum og ég nú búin að vera að þusa þær síðustu mánuði og ég svolítið svona leið að hlusta á sjálfa mig en ég hef svona 2 aðalástæður svo þú veist getum við rætt getuleysi Evrópusambandsins til þess að takast á við glæpi gegn mannkyni sem Ísraelar fremja og svo framvegis en við kannski þurfum ekki að fara þangað núna þannig að við halda okkur við þessar 2 svona megin ástæður sem ég hef sem eru að eftir að hafa fylgst með afleiðingum evrukreppunnar sem hófst 2010 í kjölfar fjármálahrunsins 2008 þá komst ég fljótt að þeirri niðurstöðu að það að vera undirsett stofnunum Evrópusambandsins þegar að áfall dynur á í sérstaklega í löndum sem eru lítil eða svona jaðarríki og svo framvegis þá er hægt að láta mikla ógæfu ganga yfir alþýðu fólk. Það er betra að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil eins og við erum með þótt að sjálfsögðu fylgi því líka vandamál þá eru þau samt í samanburði við það þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu sem að snýst það að lækka raunlaun, lækka bætur, lækka allan lifistandard almennings festast í mjög miklu og langvarandi atvinnuleysi og svo framvegis. Ég vil frekar að við getum tekið út áföllin og sveiflunar sjálf án þess að þurfa einhvern veginn að fara eftir skilmálum Brussel þegar að þessi óumflýjanlegu vandamál koma og banka upp á og svo, og ég get svo sem þusa meira þetta ef þið viljið, ég held að ég kannski ekki að hlusta á það sérstaklega mikið. Og svo hinn ástæðan svo að eftir að hafa starfað inn í íslenskri verkalýðshreyfingu í 8 ár, þrátt fyrir það að ég hef verið oft á tíðum háværasti gagnrýnandi hreyfingarinnar og svona stofnanavæðingarinnar og svo framvegis, þá hef ég samt séð að íslenskt vinnumarkaðsmódel er einstakt. Það er einstakt á heimsvísu, hér erum við með lang hæstu stéttarfélags aðild sem finnst á byggðu bóli sem að þýðir það ef að fólk er tilbúið til þess að halda rétt á spilunum og beita sér, þá er hægt að ná mjög miklum árangri og íslensk verkalýðshreyfing hefur, þrátt fyrir þá hún að auðvitað gert fjölmörg mistök og svo framvegis, samt náð að beita sér með ofta til mjög effektífum hætti sem svona aðili í samskiptum við náttúrulega auðvaldið og líka í samskiptum við stjórnvald til þess að tryggja að hagsmunir launafólks séu aftur tíðum íháfum hafðir og þetta sjáum við líka auðvitað á því að almennt er velsæld á þessu landi bara töluvert mikil, launafólk hefur það sem betur fer almennt mjög gott, hér eru auðvitað viss hópur það byrjum 30% sem hafa slæmt og þar eru auðvitað stór hópur til dæmis innflytjendur sem að koma hér auðvitað út af frjálsu flæði og eru þetta hreyfanlega vinnuafl, fjármálaráðherra og annara. Þannig að þau flytja bara í burtu þegar við göngum í ESB? Nei, einmitt ekki, en ég meina þetta er ótrúlega. Þau að flytja í burtu þegar kreppurnar dynja á og þegar atvinnuleysi kemur. Þannig að þetta er þessar svona stóru megin ástæður. Annars vegar það að tilhugsunin það að hér þurfum við að fara í innri gengisfellingu sem að gengur út á það að skerða lífskjör almennings til að bjarga þýskum, frönskum bönkum til þess að tryggja það að
evran haldist hérna á þeim stað sem hún á að haldast og svo framvegis og svo þetta að það óumflýjanlegt segi ég að ætlum við að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og það eru þetta stóra markmið, við erum ekkert að ganga inn í Evrópusambandi til þess að taka upp einhver lög og reglugerðir sem við höfum eftir að innleiða þrátt fyrir það að vera í EES, við erum að ganga inn af því að við ætlum svo að taka upp evruna og til þess að geta gert það, þá þurfum við að fara í rosalega aga á vinnumarkaði sem að mun óumflýjanlega snúast það að þessi miklu völd sem að til þess að verka á láglaunafólk hafa til þess að beita sér verða smám saman fjarlægð, okkur verður ýtt inn í salegmódel, okkur verður ýtt inn í svona þjóðhagsráðsnálgun þar sem að útflutningsgreinarnar ráða för, þar sem að ákveðin prósenta ákvörðuð við þjóðhagsráðsborðið og allir þurfa svo bara að taka henni. Ég veit að segja þetta, ég ætla að fleita inn í þetta því að núna hef ég verið að taka þátt í svona samningagerðum og eitthvað þannig. Þetta í rauninni ekki einu sinni bara salegmódelið. Það salegmódelið byggir á því að það sé einhver ákveðin hagvöxtur sem að þá í samfloti við kaupmáttaraukningu eða kaupaukningu láglaunafólks og annarra hópa. En það er líka það að við getum þá ekki verið, við erum þá með salegmódelið plús það að við getum ekki verið með ríkisstjórnina að koma inn í samningaviðræður. Algjörlega og þú heyrir alveg hvernig Daði, hvernig Þorgerður Katrín og hvernig Kristrún tala þetta. Kristrún er búin að segja núna hátt og snjallt nokkrum sinnum að í hennar huga eru þeir dagar leiðnir að stjórnvöld komi að samningaviðræðunum með það sem hún kallar ófjármagnaða pakka sem auðvitað eins og Villi Birgis hefur verið duglegustur allar við að benda á, þannig bara verið að verðbæta til dæmis húsnæðisbætur og barnabætur sem hafa ekki verið látnar halda verðgildi sínu. Þannig að þetta er allt þetta er allt í leiða sömu átt, það þarf að aga vinnumarkaðinn, það þarf að vera með hallalaus fjárlög, það þarf að kötta á það að stjórnvöld einmitt komi og leysi úr flækjum af vinnumarkaði og uppfylli þá skyldu sínar gagnvart vinnandi fólki og þetta er, fyrir mér er þetta hörmuleg sín, algjörlega hörmuleg. Andrea, þú kemur að þessu meira eins og ég og við viljum náttúrulega sjá það gerast svo lítið að vinnuaflið í rauninni þekki sinn stað, við viljum sjá að til dæmis erlent vinnuafl sé að koma hingað og þegar við erum búin að nýta það í það sem við þurfum, að þá þurfum við það náttúrulega að hverfa braut. Það er náttúrulega ótrúlegt að það geti áunnið sér réttindi, það er ótrúlegt að við séum ekki bara með að í rauninni fara Aftur erum við ekki bara með þrælahald. Já, það er svo sem En þá er það, fyrst við erum að segja þetta, fyrir ekki, ég ætla ekki að grípa fram, ég ætla bara að segja, þú veist, ég er ekki að segja að fólk sé að tala fyrir því, en ég menn það hafa verið til umræðu á vettvangi Evrópusambandsins bollaleggingum það að þegar vinnuaflið er að fara milli landa þá megi samt greiða því laun heimalandsins sem að er gjörsamlega insane, það er næsti bær við þrælahald, ætla ég að segja. Já, Andra, þú kemur að þessu hvernig? Herðu, ég kem að þessu þannig að því að kannski bara byrja því að segja að því að það nú þetta heita slagur í kosningabaráttunni já til að sjá að ég sagði já við að sjá þetta 99% sem er fyrirliggjandi sem að þau sem að núna segja já til að sjá segja nei við að sjá mér finnst það alveg vera svo grunnforsenda að þú nú tekur ákvörðun næstu skref að byrja kannski á að kynna þér það sem liggur fyrir sem er kannski svona það bil 99% og það hef ég kynnt mér ágætlega og búin að kíkja í pakkan búin að kíkja í pakkan hreinlega, þetta er eitthvað sem að aðrir mættu kannski taka til fyrirmyndar þeir sem að telja sig ætla að fara að lesa laga tæknilega flókin mörghundru blaðsina samning og nenni ekki einu svona að kynna sér þú veist grundvallar, þú veist stjórnarskrá Evrópusambands ef við köllum það þessar grundvallar sáttmála sem að sambandi hvílir á ég sem þetta er búin að kynna mér það og það eru já, hvað við segja, fyrst og fremst er það þá þetta valdaframsal. Sumir hafa talað takmörkun og fullveldi, ég nenni ekki að fara eitthvað svoleiðis hártoganir. Þetta er valdaframsal á sviði löggjafarvalds, dómsvalds og framkvæmdavalds sem að mér bara hugnast ekki. Við eigum að taka ákvarðanir fyrir okkur sjálf. Hitt er að þessi ríkisstjórn var kjörin til þess að koma hér eða ná stöðuleika í efnahagslífinu. Þetta er það sem að bæði Kristrún og Þorgerður lögðu áherslu á í sinni kosningabaráttu. ESB var ekkert til umræðu hér fyrir kosningar. Þetta er það sem að fólki vildi, þetta er það sem að þær voru kjörna til að gera. Þær hafa kastað inn handklæðinu, það er búið að kveikja í planinu
og þá bara að redda þessu öllum einhverju evru sem að kemur kannski hérna einhvern tímann eftir 2040 og ég segi nú bara, væri þá ekki bara nær að rétta kyndilin til einhvers annars sem að nennir að takast á við verkefnið, af því að ég vil bara fara í þetta verkefni strax, að ná hér niður verðbólgu. Ég hérna Leiðu mér að klára, ég var bara að draga andan hérna sko, einbeiting stjórnvalda, bara svo ég vitni til dæmis í Hilmar Veigar, CCP. Kongur. Hún verðmæt, meðan að þær eru að einbeita sér að þessari Evrópusambandsvegferð, þá verður lítil einbeiting eftir í annað. Ég vil að öll einbeitingin sé á því að ná niður verðbólgu, þannig við getum ná niður vöxtum og fara í slíkar aðgerðir til, sem að byggja ofan á það að við erum komið með nýja peningastefnu og svo framvegis til þess að reyna að tryggja þetta jafnvægi til einhvers lengri tíma. Það húsnæðismarkaðurinn, það vinnumarkaðurinn og það má síðan deila hvernig það verður farið að því. Það er jú, ég trúi því í hjarta mínu vegna sem ég heyri það frá ykkur í vinnumarkaðnum að allavega flestum að það vilja allir stefna að þessu sama marki og ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að taka samtalið og ná einhverju sátt vinnumarkaðin sem að bæði verkalýðshreyfingin og atvinnulífið og þjóðin öll getur fellt sig við. Það skapar trúverðuleika, það væri eitthvað til þess að hreyfa við verðbólguvæntingum, án þess þá mun einhver hallalaus fjárlög og eitthvað svoleiðis kjaftað ekki skila neinu. Þannig að ég segi já við að sjá það sem að liggur fyrir og þar af leiðandi nei við því að sjá eitthvað meira vegna þess að ég veit að alveg sama hvað undanþágur við fáum, það mun ekki breyta því að ég vil ekki afsala hér völdum, ég vil ekki vera næstu árin að rífast þetta í stað þess að taka á rótvandans og ég vil bara að við höldum áfram að gera Ísland frábært. Já. Þetta hljómaði næstu því svo Trump, en það var ekki meiningin sko, en við erum frábær. Já, ég bara sammála því, við erum það. En það sem mér þykir sann sko, ég nefnilega var alltaf búin að vera að pæla í þessari tímasetningu sko, ég held þetta væri bara út af því að kjarasamningar náttúrulega bresta og mjög fyrirsjáanlega að fara að bresta 1. september sem nánast daginn eftir, 2 dögum síðar. En ég fór í bíó í helgina og þá sá ég að það teiknimynd Animal Farm, George Orwell sem að ég alveg mígandi spenntur fyrir því að ég vil að svona áróður. Já, ég með Orwell hérna út allt á mér teiknaðan. En þessi mynd sem þetta koma út, teiknimynd fyrir börn. En svo þú ert orwellisk teiknimynd. Ég orwellisk teiknimynd. Bókstaflegri merkingu líka. En ég hugsaði sko, það hefði verið frábært að fá þessa mynd áður en að við förum inn í ESB. Út af því að ég var sjálfur hlynntur því að fara inn í ESB fyrir ekkert það mörgum árum. En aftur á móti hefur bjúrókrasían og hugmyndin orðið mjög áþekk því sem í Animal Farm. Þetta orðið ótrúlega líkt því sem byggir einmitt á því að sumir eru jafnar en aðrir og margir eru með betri hugmynd það hvernig þú að lifa þínu lífi heldur en aðrir. Nei, heldur en þú sjálfur segi. Og það sem svo magnað í þessu að það alltaf verið að tala spillingu á Íslandi og já, það má koma hérna og hjóla í Þorstein Má, það koma og hjóla í Baldur, má koma og hjóla í Gumma í Breim, má hjóla í allt þetta lið, bara eins og fólki listir. En þessi hugmynd það að við séum einhvern veginn að fara að losna undan spilling á Íslandi með því að fara inn í ESB einhvers konar hugmynd sem ég bara næ ekki utan. Ég bara sammála og ekki bara að við séum að fara að losna við spillinguna ef við gangum inn í Evrópusambandið, að við séum að losna undan bara öllum þessum vandamálum sem að plaga okkur en sem að plaga lönd Evrópusambandsins jafn mikið ef ekki meira. Oftast meira. Eins og til dæmis húsnæðismarkaðurinn, staða ungs fólks á honum, staða atvinnulausra, langvarandi atvinnulausi og svo framvegis. Hvernig heldur fólk að við séum að fara að sækja lausnina á þessum vandamálum sem að eru til staðar og eru komin til af margvíslegum ástæðum til einhverja sem að eru algjörlega ófærir að leysa þessi vandamál inn í löndunum sem að nú þegar eru í Evrópusambandinu og Evrópusambandið og fórista þess viðurkenndi ekki fyrir en í hvenær, einhvern tímann fyrir kannski svona hálfu ári, 9 mánuðum síðan að húsnæðisvandinn
í löndum Evrópusambandsins væri orðin það mikill að þau þyrftu mögulega að fara ávarpan. Þau voru búin að taka sér ansi langa tíma til þess að komast að þessari ótrúlega róttæku og framstefnulegu niðurstöðu. Og ég var bara í morgun var ég að skoða skýrslu sem gefin út núna bara í febrúar 2026 af svona think tank sem heitir Social Europe sem stóru og virtur. Og þar verið að fara yfir stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði í Evrópu. Og Guð hjálp okkur, sko, ef að fólk heldur að það sé frábær hugmynd fyrir ungt fólk að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þá býði einhvern veginn björt og frábær framtíð þar sem allir eignast sitt eigið húsnæði og allir séu bara borga lága vexti og séu bara með ótrúlega mikið umfram fé sem sé hægt að eyða í eitthvað skemmtilegt. Því fer fjarri og það þetta rosalega umurlegt, segi ég, að horfa upp á fullorðið fólk einhvern veginn ætla svona að selja þessa hugmynd að allar lausnir okkar vandamála sé að finna þarna. Ekki síst til ungs fólks vegna þess að nú hefur okkur mönnum og konum verið einhvern veginn gert, við höfum verið sögðu verið sérstaklega vond við unga fólki, sko, við sem einhvern veginn að taka möguleikana af unga fólkinu til þess að bæta líf sitt sem að auðvitað frekar svona andstyggilegt take á þetta, sko. En ég hvet ungt fólk sem að hlusta, mögulegt með eitthvað semlega ungt audience. Já, það merkilega mikið allavega sem að hlusta á hlaðvarpið sjálft, sem ég mun svo dælina. Já, að fara bara að tjekka á þessum hlutum, þetta er ekkert flókið, þú getur bara notað gerðugreinar, þú getur bara að googla og sagt bara, bara Housing Crisis Europe, Housing Crisis Youth, eignastaða ungra, hvenær getur fólk flutta heiman og svo framvegis. Og þá dregst ekki upp mynd af því að þarna hafi fólk það betra, þvert á móti. Þá dregst upp mynd af því að ástandið erfiðara og það sem að ég ætla líka að segja að það sem að mér finnst jáfólkið hafa gerst sagt að láta bara eins og kapitalismi, stéttskipting, misskipting, allir þessi hlutir, þeir séu bara einhvern veginn ekki til í Evrópusambandinu. Ég skrifaði nú grín status daginn að það veri bara millistétt í Evrópusambandinu. Að það veri bara utopían, sko. Og fullt af fólki actually miskildi það var okkur reitt, ég held að vera reitt í alvöru en svona tala jáliðar Evrópa og Evrópusambandið, það bara eitthvað svona útópía millistéttarinnar, það bara frelsi, jafnrétti og bræðralag, þar höfum við öll ótrúlega gott, þar eru alltaf bara að drekka útýrt kaffi, borða góða mat, búa í fínu íbúðin okkar og taka lestina á milli Berlínar og París. Hvaða bull þessi umræða eða þessi orðræða að neysinnar séu eitthvað neginn að tróða á fótum unga fólksins, þetta minnir mig svo á COVID-umræðuna þegar að þeir sem að voru að benda á að kannski væri borgaraleg réttindi fótum tróðin sem þau voru, þeir vildu bara drepa ömmu sína. Þetta algjör hliðstæða. Ég ætla að skjóta inn í Mér fannst alveg sumir stundum vera bara að vilja drepa ömmu sína. Ég var alveg þar. Já, það þetta þú varst á En ég var samt aldrei eitthvað að hlýða við því. Ég hef aldrei, verið þar. Gerkist ekki golf fyrir þó. Nei. Ég ætla aðeins að taka fyrir hendurinn á ykkur. Þrátt fyrir það að þetta sé hlaðvarp sem að lyftur upp konum. Ætlaðu ekki að vera skemmtilega? Jú, það nefnilega málið. Þið getið verið ég bauði ykkur ekki til að vera með eitthvað snúsfest einhverjar skýrslur og eitthvað bull sem Ég var að hvetja unga fólkið. Ég ætla bara aðeins að hrauna yfir ykkur. Hældu þið niður, maður. Nei, við þurfum, jáliðanir eru bara í þessu, bara já til að sjá, vilt ekki sjá þetta, þeir eru mjög skemmtilegir en við. En þeir eru svo Trump að höfða til svona unintelligence með því að vera með einfalda orðræðu. Já, ég alveg sammála því. Jökull Solberg kom til mín í podcast og hann sagði nuance is the new N-word sem svolítið gott. Og það sem vandinn við okkur að við viljum taka málefnalega Já, við erum of mikið í Guð forða okkur frá því að taka málefnalega En það þarf hins vegar að koma því að dagskrá að nú ég svolítið leiðilegur við marga jálega en þetta allt sama vókfólkið. Það bara búið að skipta málstað. Það er mikil skörun. Já, en þar varstu einmitt bara með ótrúlega einfaldan málstað sem var bara ég stend með konum, ég stend með transfólki. Ég tók eftir því að núna rétt aðan þá sagði bæði karlar og konur sem ætla að segja nei og ég myndi að bæta við þá kvárum líka. En málið það þetta allt sama vókliði. Það mikil skörun. Það alveg galin skörun. Mjög mikil. Ég hef tekið eftir þessu.
og þessi svona dogmatíska nálgun og þessi svona refsigleði ef þú ert ekki að hugsa rétt, hvað má kalla þig og svo framvegis, þar mjög svona sambærileg hegðun sko. En ég ætla að segja að mér finnst jáfólki ekkert eitthvað skemmtilegra, bara alls ekki, en það kannski að mér finnst gaman að hlusta á fólk málflytja og koma með rök og skoðanir, mér finnst það ekki skemmtilegt, mér finnst þetta ekki skemmtilegt, en mér finnst jáararnir stundum vera svolítið svona trömpiskir. Þetta svona, já við erum rík en viljum ekki vera ríkari. Já. Við munum njóta þess betur að vera rík. Svona, þá hefur ég segið svona, þetta er svona trömpist. Af hverju viltu banna fólki að sjá samningin, Sólveig? Af hverju viltu banna fólki að sjá? Banna þeim það? Þú vilt ekki verða ríkar, vilt ekki njóta þess betur. Mér finnst þetta svolítið svona gull eskalator. Þú vilt bara taka óupplýsta afstöðu í þessu. Ég vil bara vera með óupplýst. Og þú veist, ég er að banna fólki að fá göng til eiga og svona gull rúllustega heim til sín. Og já. Já, ég tengi þetta svo mikið út af því að maður sér stundum þegar maður fer, ég leik mér stundum að þessu, fara inn á Facebook og skoða prófæli af fólki og sé svona hvaða bannera það búið að setja. Ég þolir þetta enga þessu bannera, já. Og þá þetta einmitt alltaf hlýði víði, ég stend með þér. Bara einhverjum, alls konar, einhver svona bannera á stundum búið að setja marga bannera á eitt. Mitt motto var ég stríði við þið. Já. Ég held að var stríðunum. Já, og svo ég geng golf fyrir Þórólf og allt þetta dót, sko. En ég fílaði Þórólf, ég ætla að segja. Ég fílaði, hann kom 5 sinnum til mín eða eitthvað. Ég fílaði hann mjög mikið. Sko, ég held að flottu kall. Ég held að það sé mjög skemmtilega kall, ég þekki hann ekki neitt, sko, en það er nefnilega málið, sko, maður getur alveg fíla fólk sem maður er ósammála. Algjörlega. Ég fíla þig, en ég er í öllum grundvallar atriðum samfélagsskipulag ósammálaður. Bara, ég fíla þig og ég líka rosa ósammála þér. Þetta er einmitt það sem ég vildi líka, sko, út af því að ég vil í rauninni taka réttindin af vinnandi fólki og ég vil berjast við þig og ég vil ég er að reyna að dramatisera þetta. Okay. Ég vil ekki sjá ESB gera það. Ef einhver tekur réttindi þíns fólks, þá verður það ég. Þá ætla ég að býta þennan öngul og segja, já, ég vil miklu frekar með félögum mínum í Eflingu reyna að ná árangri í kjarasamningsviðræðum við samtök atvinnulífsins, reyna að ná eyrum stjórnvalda og svo framvegis. Ég til miklu líklegra að þar getum við náð árangri heldur en það að búið að smala okkur inn í einhverja saleg stera rétt og að við þurfum svo alltaf að beygja okkur undir skipanirnar frá Brussel hallalaus fjárlög og svo framvegis. Þannig að já, leyfðu mér að mæta Bjarna Ben, leyfðu mér að mæta stjórnvöldum og svo framvegis með Eflingarfélögum frekar en að þurfa einhvern veginn að sætta mig við að það sé búið að hafa af okkur þessa möguleika af því að við séum undirselt skipunum annars staðar frá. Þannig að já, liðin svo þú getur þá komið og reynt og við tökum þetta þá bara svona mano a mano og leiðum það til lykta innan okkar þjóðríkis, þurfum þá líka að höfða til almenningsálitsins, það er líka hér á þessu landi spilar stóran þátt. Miklu frekar vil ég gera það, miklu frekar og ég held að mjög margir margt verka á láglunafólk sé sammála mér í þessu að það er auðveldra fyrir okkur að ná árangri hér. Það er auðveldra fyrir okkur að ná árangri að við þurfum að díla við íslenska elitu, pólitíska og efnahagslega heldur en eitthvað gjörspillt trillingslega fyrt, auðvald og búrókrata í Brussel. Í þessu samhengi sko að við náttúrulega það eru margir núna óanaðir með ríkisstjórnina vegna þess hvernig er komið fyrir í efnahagsmálunum sem þau lofuðu. Þetta fólk mann geta kosið þau í burtu eftir 2 ár. Það voru margir hundóanaðir með ríkisstjórnina sem var á undan þeim og með árangursríkum hætti kaus þá ríkisstjórn í burtu og fékk þessa yfir sig. Hvort að það sé gott eða slæmt skal ég ekki segja, það er þeirra að meta í dag. Ef við förum í Evrópusambandið þá eru ofboðslega stórir málaflokkar að fara þarna inn í Brussel og við erum ekkert að fara að kjósa hverji ráða þar, hverji fara með völdin þar á 4 ára fresti. Þá bara setjum við uppi með þá stefnu
sem að það í fyrirrúmi til lengri tíma og þetta þjóð sem að fer alltaf reglulega í fílu við sína ríkisstjórn. Það gerist nánast á hverju einasta kjörtímabili og við bara þurfum á því að halda og oft á hverju einasta kjörtímabili og við bara þurfum á því að halda að geta kosið fólk í burtu. Hvernig verður þetta að sitja uppi bara með eitthvað lið í einhver jakkafötum í Brussel sem skít sama, segjum það bara hreint út íslenska hagsmuni eða hvernig íslensku þjóðarsálinni líður eða hvaðina. Sammála. Já, þetta líka sko eins og þið raunin að segja í grunninn og já, við erum í livestreami fyrir ykkur sem að spyrja því. Hérna, já, þetta líka svo skrítið að hugmynd okkar til dæmis aðgengi, til dæmis ef að ég og þið, við ætlum að redda símanúmerinu hjá Kristrúnu Frostadóttur og segjum að við erum ekki, þú verður ekki blaðamaður, ég verður ekki hlaðvarpi og þú verður ekki, bara einhver bara sem að vinna sína vinnu, ætlaði bara að redda símanúmerinu hjá Kristrúnu Frostadóttur. Hann gæti örugglega redda því innan dagsins. Hversu lengi tæki, innan klukkutímans. Hversu langan tíma tæki það að redda númerinu hjá Von der Leyen? Það líka svona... Sáðu ekki fréttina þegar hitabylgjurnar gengur núna yfir Evrópu í sumar? Þar sem það kom frétt ég man ekki heldur það við sitt í Guardian að í höfuðstöðunum í Brussel þar sem Ursula von der Leyen með skrifstofu á 10. hæð þar var fólkinu fyrir neðan sagt að stýra sérst loftkælingunni slökka á henni annarkvort alveg eða alltaf með reglulegu millibili en hæðin hennar Úrsulu, hún var full loftkæling efstu lögin, þetta svona slögin sko, efstu lögin eru efst og síðan eru þeir sem undir þetta svona eins og í Edinborg þegar það var ekki sko salernisystem þannig að fólki, fátæka fólki bjó á neðstu hæðunum og ríka fólkið á efri hæðunum í sömu húsunum og svo var ríka fólki bara henda kúknu sínum í fötum út gluggan og síðan var fátæka fólkið að vaða skítinn sko. Mér fannst það með þessi fréttarni í sumar ég sagði, vá, þetta er bara svona einhver svona skýringamynd ég held að vera samfélagskenning sko, en svo var þetta bara rétt þetta alveg ótrúlegt, það einn sem spyr hérna Sólveig Anna að segja að hún vilji éta það á ríku og þá ger ég ráð fyrir, ég held að Gunnar Már hafa sagt þetta svolítið í viðtali við því í gær að hérna Sólveig Anna vilja éta það á ríku en hún kom ekki bitanum upp í sig og förum inn í Evrópusambandið ekki hægt að bara heyja baráttuna á breiðum grunni ná byltingunni fram innan Evrópusambandsins? Sko, ég ætla að segja, þú veist að, ég náttúrulega ekki að tala hér eitthvað að éta þá ríku, ég bara tala það að það sé að skipta kökunni sem verður til, sem sagt í gegnum verðmætasköpunina með sanngjörnum hætti, þannig að við séum hér ekki að horfa upp á ástand þar sem að fullvinnandi fólk sem að leggur sannlega sitt að mörkum þurfi samt að búa við skert kjör. Ég nú ekki róttakar en svo akkurat núna. Og svo líka ef við förum að skoða með svona hvað sé ég fyrir mér og hver draumsinin þá bara staðreyndin svo að ég náttúrulega og af því að það líka bara ekkert annað í boði bara aumur reformisti sko þú veist ég ekki hér að boða öruga byltinguna ég ekki heima hjá mér helgar að smíða fallöksi eða þú veist hérna Molotov-koktela ég ekki að því við erum við störfum innan vébanda verkalýðshreyfingarinnar við skoðum lögin og kjarasamningarna og reglugerðirnar og við sjáum að þarna höfum við raunverulega tækifæri ef við höldum rétt á spilunum en það sem ég að segja að já, við getum orðað svoleiðis að það verður auðveldara fyrir eflingafólk að éta hennar ríku hér ekki það ég stiði mann átt bara alls ekki, þetta allt hérna líkingamál það ekki fræðilegur möguleiki fyrir okkur að éta evrópskt auðvald og þó ég stiðji heils hugar félaga mína í löndum Evrópusambandsins sem að standa í harðri verkalýðsbaráttu og óski þeim allsins besta og taki þátt í fjölþjóðlegu alþjóðastarfi með þessu fólki þá hef ég engan áhuga á því að þurfa að taka þátt í því með þeim í gegnum hérna höfuðstöðarnar í Brussel. Ég hef engan áhuga á því og ég hef verið í samskiptum við fólk sem innan evrópskrar verkalýðshreyfingar og að vinna fyrir og með til dæmis ræstingakonum og þó að ræstingafólk sem vinnur hér í íslensku vinnumarkaði standi frammi fyrir ótrúlega mörgum flokknum og erfiðum vandamálum þá erum við samt allt ræstingafólk hér í stéttarfélögum. Ég hitti konu í sumar sem var að reyna að skipuleggja ræstingakonur í Þýskalandi.
þar voru þær með það byrjum 3% restingarkvennana í verkalýðsfélagi. Ef að fólk skilur ekki munin og ef að fólk fattar ekki hvoru megin líklega að við náum árangri, þá náttúrulega bara veit ég ekkert hvað hægt að segja meira. Sko. Þetta held ég sko mesta veislan út af því að eins og segi, ég vil ekki vera leiðilegu við Halldóru Mogens en hún hefur alltaf verið á þessari svona woke línu og hún skrifaði einmitt sko og byrsti mynd af Eat the Rich og það stendur hún vil sjá samning þegar ég sé svo auðugustu og valdamestu aðila landsins klinka saman í allsherri áróðustrís gegn því að við eigum yfir höfuð þetta samtal þá kveiknar óneitanlega hjá mér svo hugsun að kannski sé þetta einmitt ástæði til að skoða ESB aðeins betur. Ef nánari tengsl við Evrópu getur með einhverjum hætti losað með hreðjartakið sem fámennur hópur hefur á auðlendum okkar, fjölmiðlum og samfélaginu öllu, þá kannski betur borgi í ESB. Og ég velti fyrir mér, hvaða hóp heldur fólk eiginlega við séum að fara í? Þarna verður þið líka axla ábyrgð. Ef þið væru jafn dugleg og ég að reyna að benda fólki á það þarf að skilja kapitalismann og fatta hvernig þessi hlutir virka, þá væri fólk ekki svona gaggalagú úti að aka, sko. Þetta skrifast á okkur. Þetta náttúrulega það sem að kallast valin skynjun, sko. Það vita allir að, Viðreisn var í grunninn stofnuð af hópi fjárfesta og einhver ósáttur sjálfstæðismanna sem að voru ósáttir við það að landsfundur sjálfstæðisflokksins vildi ekki aðild að Evrópusambandinu og þetta var stofnað þetta mál og það voru þarna mjög fjársterkir aðilar sem komu peningaborðinu sem við munum aldrei vita hverju voru eða hversu mikið vegna þess að áður en að það formlega búið að stofna stjórnmálaflokkin þá ber þeim ekki skylda til þess að upplýsa það. Það ekki fyrir hann hefur verið formlega stofnaður sem að einhver styrkir þurfa að vera taldir fram til ríkisendurskoðanda og svo framvegis. Og þarna á meðal eru sko, fram á menn í já til að sjá núna sem að komu að stofnun Viðreisnar með það eina verkefni að ganga inn að Ísland myndi ganga inn í ESB. Helgi Magnússon sem að á df.is og Hringbraut og var með fréttablaði. Hann einn af þessum mönnum. Því líkar botfallsfréttir sem á df fyrir fluttar. Orðið á götunni. En maður sé það svo fyndið því að fólk alltaf eitthvað svo brjálað út í Morgunblaði sko fyrir sína umfjöllun og við séum svo mikið eitthvað undir hælnum og eigandum okkar sem ekki satt. Ég hef aldrei talað við þá sko, bara það hefur enginn haft afskipti af mínum skrifum nokkuð tíman. Ég greinilega bara svona með óbúslega ljótar og slæmar skoðanir einstæða móðurinn og Laugardalnum en þetta sama fólk það ekkert að brjálast yfir skrifum DFF sem að eru sko svo rætin svo ofboðslega bæjast að bara ég man ekki eftir öðru eins sko á svo, bara svona hvernig orðunum beitt svona hvernig stemning magnuð upp, maður lest að maður hugsa bara ok, þarna actually verið að reyna með öllum ráðum að magna upp bara hatur á fólkinu sem verið að fjalla ekki bara, við erum ósamlega, það bara verið að reyna að magna hatur og það aldrei skeri sko. Þetta sama fólk sem raunar yfir Morgunblaði í viku hverri svo jafnvel að deila þessum greinum frá DFF og maður bara svo, það svo miklu ræsnarar sko. Já, mér finnst það skrítið sko, en ég vil taka þetta út fyrir landsteinan út af því að sko það sem að mér finnst skrítið og eins og segi, það sem að segja mér finnst mjög skrítið hjá Halldóru Mogens að segja þetta sko að eins og að utan Íslands segjum svo bara spillingi sé jafn mikil og bara píratateljón sé það bara fasti þeir eiga mokkan og þeir eiga alla auðveldur bara mokkin fjallar ekki neitt nema að útgerðin segi já, segjum bara það sé allt rétt breytir því þetta ekki að hvað heldur fólk eiginlega sé í gangi í Evrópusambandinu þetta kannski smá svona minnumáttakent sem við erum með það allir bara, á Ítalía það sé bara ekki spilling það er ekki spilling eða í Fraklandi eða neðstæðar hvergi þetta eitthvað svona þarna finnst mér tengingin aðeins vera rofin sko. Ég skil alveg já til að sjá en ég svona þið vitið samt þú vitið hvað það Ég meina Ísland lítið samfélag og það þekki allir alla og auðvitað í slíku samfélag verður alltaf svona vandasamur vegur að rata varðandi fræntigli og annað slíkt. Það gefimál. En þar sem að völdin eru meiri, þar sem að peningarnir eru meiri,
þar eru spillingamálin stærri og alvarlegri. Það bara þannig. Og í svona stóru sambandi og Evrópusambandi, framkvæmda stjórn Evrópusambandsins sem náttúrulega hefur farið í gegnum hvert spillingamálið á fætur öðru, hún hefur alveg viðurkennt hana vanda og reynt að taka á honum og meira þess að setja á fót einhverjar stofnanir til þess að taka á þessu málum, en samt síðan koma upp stór spillingamál eftir það og það fer alveg ómældur kostnaður úr sjóðum Evrópusambandsins bara í það að vera einhvern veginn að reyna að stemma stigu við þessu. Þú losnar þar sem eru peningar, þar sem eru völd, þar myndu aldrei losna við að það eru alltaf einhverjir svartir sauðir sem að munu reyna að misnota þau og aðrir jafnvel bara sem freistast til það sko. Og þeir eru komin í slíka stöðu. Þessi vandamáli með gríðarlegt fjármagn, gríðarlega stórir hagsmunir, mjög fjársterkra aðila fyrirtækja og annara sem að verið þá líka að bítast og svo ertu með þá augljósu staðreind að sterku löndin innan Evrópusambandsins þau auðvitað eru að vinna fyrst og fremst að hagsmunum sinna landa og sinna kapitalista og þess iðnaðar sem að þar enn til staðar og þannig að þú veist, hvernig getur fólk séð fyrir sér að númer 1 við getum farið þarna inn og séum að fara að sitja einhvern veginn jafn rétt á við sama borðið þar sem að jafn mikið mark voru tekið á okkur og þegar fulltrúar Þýskalands eða Frakklands tala. Hvernig hægt að telja sér trú þetta og hvernig heldur fólk að okkur eigi eftir að vegna þegar við göngum inn í ástand þar sem að hirðbúrókrata, greiðlega valda miklu stjórnmálamenn, greiðlega valda miklir útsendarar evrósks auðvalds og svo framvegis eru að víla og díla þú veist, risavaksin geopólitísk mál, risavaksin hagsmunamál, evrósks iðnaðar, öll þessi mál. Á hvaða fyrirgefðu, bara hvaða kúleit fólk að drekka og þessi ofsafengni barnaskapur. Ég fíla, mér finnst alveg svona naív nálgun oft vera bara mjög heillandi og oft bara gott að sjá að fólk svona saklaust að mörgu leyti. Það oft fer svolítið svona saman, góð manneskja getur verið líka oft svona saklaus. En þessi svona, þessi barnaskapur að þessi 6 þingmenn sem að við mögulega förum við inn sem að fara að senda þarna að það verði allt eitthvað svona eitthvað samansapna af einhverjum ótrúlega góðum hjarttraunum einstaklingum sem ætla að fara til að berjast gegn imperialisma og fyrir friði, gegn auðvaldi með arðrændum, þú veist, gegn Ísrael með fólkinu í Palestínu. Aftur bara hvaða kúleit þarftu að vera að drekka til þess að þetta sé þá sér fyrir þér. Ég bara the mind boggles. Ég skildi ekki. Þetta óskiljanlegt fyrir mér. Þetta óskiljanlegt. Nei, fyrir ekki, það var ekki hún. Hver var þetta? Halldóra Mogensen. Halldóra Mogensen. Og þetta alveg, þú veist, þetta svo skringilegt að það sé verið að ýta undir þessa svona, bara afsakið, ég skulle segja rangkomendir, vegna þess að þetta bara rangkomendir. Þannig að svo myndir þú fara og reyna að kynna þér þetta og reyna að sjá, þú veist, hvaða árangri verið að ná út frá einhverju svona róttækri pólitík, hvaða árangri verið að ná út frá einhverju svona antimperialískri sín. Vitið hvað árangri verið að ná? 0. Það verið að ná 0 árangri. Akkur myndum við halda að við gætum hann að gengið inn og þú veist, halda þetta svona eins og, þú veist, það vantaði bara þessa manneski í partíu til þess að þetta gott. Nei, það ekki þannig. Þetta slæmt partí og þó þú sett frábær manneski og mætir í það, þá heldur samt partí áfram að vera slæmt, sko. Ég var búin að lofa reyndar að vera jásinni út vikuna, bara þetta því að til að vera með eitthvað kontrast, en það einhverju jásinnar að fara að koma í podcasti. Okay. En ég með... einhver jásinnar eitthvað svona að skrifa einhverja spurningar eða eitthvað? Jú, reyndar einn sem að segir sem þetta ágætt spurning, ég ætla aðeins að geima það samt, það eitt sem langar að klára áður. Svo eftir leikþáttinn, hann þarf að fara skipulegja þetta aldrei. Já, sko, það sem að mér líka þykir skrítið að stjórnmálamenn núna að segja að við séum í rauninni, þú veist, við erum búin að vera svo vittlaus og léleg og við getum ekki tekist á verðbólguna, það krónan svo ómöguleg og þar af leiðandi þetta ómögulegt verkefni fyrir þá stjórnmálamenn sem við erum í dag. Hins vegar ef við erum í Evrópusambandinu, þá verðum við með fólk sem bara að fara að sparka upp hurðinu og segja, heyrðu, hættu þessu, þetta út, þetta inn. Ég hugsa með mig bara, þetta eitthvað, ég næ þess ekki. Sko. Og svo líka bara, ég upplifði líka bara svona mikinn
mikið svona miskilning á bara því hvernig Íslendingar eru, hvernig við virkum, þú veist, hvort við yfirleitt viljum eitthvað sérstaklega láta segja okkur fyrir verkum. Minnst við ekki mikið funkar að þannig, sko. Þannig að einmitt hver á að koma og sparka upp hurðinni og láta hlutina ganga, bæði hér innan lands til þess að ná fram öllum sem aga, hver á að taka þetta að sér, hver ætlar að ná þessu í gegn og hver á svo að fara og sparka upp hurðum hérna í Brussel til þess að láta hlutina ganga þar. Okkar færasta fólk. Hvaða fólk það? Ekki veist. Við þurfum að Katrín segja það, okkar færasta fólk, ætla þess ekki sjálf. Já, ég veit það ekki. Hérna einn sem spyr, kannski off topic, getur Sólveig Anna útskýrt hvað hún á við þegar hún styður við að setja leiguþak. Pælingin að fara að handstýra og verðlagi á leigu eða hún að tala takmörkun við vísitölu? Já, þetta er bara mjög góð spurning og við höfum verið greiðlega lausna með og málefnalega í þessu og við útbyggum tillögur leigubremsu og við meiri að vorum í þeim tillögum tilbúin til þess að segja að þetta væri tímabundin aðgerð sem að myndi endast út samningstímabilið sem að endar í janúar 2028 og við erum til í samtal. Við viljum setjast niður og ræða þessi mál og ná niðurstöðu og erum mjög opin fyrir ýmsum nálgunum og þessi einstaklingur hver sem þetta hann getur farið inn á efling.is og skoða tillögurnar okkar sem að þær eru aðgengilegar. Þannig að ef hann eða hún hafa áhuga á því þá bara hvetjum við til þess. Andra, þá ætla ég að spyrja þig ef að einn sem að spyrja ef að já kemur upp úr hattinum er þá bara þá fyrst hafinn og áfram Ísland? Eða, hvernig mun þetta verða? Já, sko, ég segi það nú bara að ef að jáið kemur upp úr hattinum þá er eins gott að stækka verulega bráðamóttöku geðdeildar og þú veist, þetta er svo tongue in cheek en samt ekki, sko. Það verður ekki hægt því að við ætlum að skilja allir þessu fjárlögum. Ég meina, það er allir að verða vittlausir núna á þessum síðustu dögum. En ef að jáið kemur upp úr hattinum, já, þá verður, þú veist, þingi verður undirlagt. Allir fyrirspurnatímar, allt saman, það verður bara eitthvað svona hártónir þetta og fjölmiðlumfjöllun og við verðum í þessu í 3 ár og það verða allir búin að missa vitið. Mér finnst þetta bara svo gaman að ég vil ekki að þetta hætti, sko. Hætti nú. Ég pínu það. Það var þetta einn sem að sagði við mig, hann sagði ég er svo mikill andstæðingur ríkisstjórnarinnar og þau eru með svo ævintýralegar hugmyndir af því hvernig þetta verður að ég ætla að segja já, bara þannig að ríkisstjórnin þurfi að takast á við þetta. Jesús, ég hugsaði í smástund í gær með að ég var að horfa á utanríkisráðherra í Kastljósi af því að mér fannst framstæðan ekki mjög góð. Ég hugsaði í smástund, er ekki bara best að segja já ef að þetta er svona pólitísk yfirstétt þessa lands, væri það kannski bara mögulega betra fyrir okkur að láta bara einhverja aðra stjórna en ég hugsaði þetta í 3 sekúndur. Og svo bælti ég þessa hugsun mjög hratt og örugglega niður. Ég held sko þær sleppið með skrekkinu að vera sagt nei og það þurfi ekki lengur að gangast undir öllu svo væntingum sem þau eru búin að blása upp núna. Þær sjálfur eru búin að blása upp. Það er nefnilega málið. Fólk heldur bara það sé að fara að fá okkur samning sem segja þeim bara hvað kjúklingur undir búðir að fara að kosta og hvaða vexti að fara á húsnæðislánin sín og við vitum að þetta er bara ekki rétt. Það verður mjög rude awakening fyrir mikið af fólki, sko. Ég er enda búin að segja að það væri náttúrulega versta sem að gæti komið fyrir Kristrúnu Frostadóttur og þetta er hennar fyrsti afleikur að setja þetta dagskrá og sem er mjög miður sem formaður aðdáendaklúbbs Kristrúnar Frostadóttur sem er formlegur aðdáendaklúbbur skráður með kennitölu. Wow. Fáðu pening? Já, við tökum við styrkjum og ég læti að vera bankaupplýsingar bara strax. En það ekki? En ég er í alveg harður aðdáandi og þetta er hennar stærsti afleikur var örugglega og ég reyndar ef ég á að segja það eins og ég bjóst ekki við að þetta er svona rosalega hatramt. Mér finnst líka bara svo merkilegt að hún er dálítið bara hún er náttúrulega bara í skugganum núna og hún mun ekkert vera það minna næstu það sem eftir lifið þessa kjörtímabils. Það verður bara Þorgerður Katrín sem er að fronta þessa ríkisstjórn á þessu fyrsta kjörtímabili Kristrúnar Frostadóttur sem forsætisráðherra og hún ætla bara að vera í aftursætinu. Ég ætla að segja, ég er sammála með afleikinn. Ég mér fannst alveg mikið til hennar koma og ég hélt hún væri með einhvern veginn svona að hún væri svona að horfa lengra, þetta var svona lengri leikur sem hún var að spila, þú veist, hún þurfti að taka flokkinn og hún þurfti svona að taka mikið til þar og establisera sig, það tókst henni, það hefur væntanlega ekkert verið sérstaklega auðvelt, svo vinnur hún hennan glæsilega sigur
hún gerði það forsætisráðherra, hefur rosa mikinn meðbyr, þú veist, þið munið alveg hvernig þetta var, það er ekki svo langt síðan, það var bara valkyrjurnar, bara, þú veist, það var bara leið ekki svo dagur, öðruvís en það kemur fréttir af einhverjum sigurum valkyrjana, og hvernig hún talaði í aðdraganda kosningana einmitt, öll þau vandamál sem við stæðum frammi fyrir, sem að hún ætlaði að einbeita sér að leysa, og ég held hún hafi talað með þeim hætti að fólk trúði því að hún hefði kapasiteti til þess að leiða þá vegferð og mér finnst skrítið að hún hafi ákveðið að setja svona mikið pólitískt kapital í þennan hættulega leik. Mér finnst það mjög skrítið og ég held að það hefði verið miklu betra fyrir hana ef hún einhvern veginn einstinni, einhvern dedikeraður Evrópusambands sinni að klára í það minnsta eitt kjörtímabil, sjá hvort að hún væri búin að stabilisera sig, sjá hvort hún væri bara með mikla vinsældir og gæti þá farið hann á næsta og þá opnað á þetta. En að fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti finnst mér mjög skrítið. Hafandi ekki náð því sem hún ætlaði þetta að vera búin að ná áður hún færi þessa vegferð sem að ná þessum efnaðslega stöðuleika. Hún hélt að verðbólga myndi bara halda áfram að fara niður og þetta væri allt komið í sæmilegt horf fyrir 2027 eða hvenær þær áformuðu að þetta yrði í síðasta lagi. Svo bara var ljóst að verkefni var ekkert að ganga eftir og þá var ekki annað að gera en að bara að beina athyglinni frá vandræðagangi ríkisstjórnarinnar og fá þjóðina til að rífast eitthvað annað. Já. Kannski. En ég ætla að segja ég ætla ekki að segja ef við vita að þetta er svona hatramt en ég vissi samt að þetta yrði algjört tjúl vegna þess að ég orðin það gömul og ég man til dæmis mjög vel eftir ISAF og ég man eftir ástandinu eftir hrun, ég man eftir ISAF-deilum, ég man mjög vel eftir þessu öllu og ég vissi að við myndum alltaf, þú veist, hoppa út í þennan poll eins og við höfum gert. Og mér finnst það líka skrítið og mér finnst það líka til marks það að hún kannski ekkert það vel svona áttuð í því hvernig almenningur á þessu landi fungerar sko. Úst, og kannski hafa hún ekki nægilega góða ráðgjafa og kannski bara mátuðu þetta rangt. Kannski ímyndaði hún sér einhvern veginn að Þorgerður Katrín væri öflugri málflytjandi og þar af leiðandi myndi þetta einhvern veginn ganga betur. Maður veit það ekki, ég hef engar fréttir innan úr kreðsum samfylkingarinnar en það sem ég allavega skil ekki er að þessi kona sem er svona ung og glæsileg og er að hefja sem feril sem stjórnmálamaður, eina stjarna íslenska stjórnmála þegar hún var þarna kosin, skulle einhvern veginn hafa viljað fara í þessa vegferð með flokki eins og hér var rakið sem er formaður utan eitt mál sem er aðild af Evrópusambandinu, flokki sem er leiddur af stjórnmálamanni sem er auðvitað að byrja að klára sinn feril. Ég skildi ekki, mér finnst þetta óskiljanlegt. Já, það eru að hrúast í spurningu við náðum þeim ekki öllum en mér finnst einmitt eitt rosalega sérstætt sem að þú nefnir sem er þetta að ég veit ekki af hverju, ég ætla ekki að segja að sé of hrókafullt en mér finnst það næstu of hrókafullt að ríkisstjórn sem er nýtekin við skuli hafa þetta sem sitt fyrsta mál. Ég skulle ekki vera saman. Ég hef alveg getað séð fyrir mér allavega 2 kjörtímabil. Mér finnst þetta mjög skrítið. En Sólveig Anna... Þú þarf líka að establisera þig sem stjórnmálamann. Þú þarf að fara í svona. Þetta er ekki smá vegferð. Nei. Þú þarfst að hafa eitthvað meira en einar kosningar þar sem þú kemur flott út. Þú þarfst að hafa eitthvað meira. Þú þarfst að geta bent á, þú veist, mér tókst þetta. Treystiði mér. Af hverju? Jú, ekki bara því ég vann einar alþingiskosningar heldur vegna þess að ég var náð árangri og hér eru x mörg mál. Eina málið sem að Þorgerður Katrín nefndi í gær sem að þær hefðu náð í gegn einhvern veginn fyrir íslenska þjóð það var veiðigjaldamálið. Þær hefðu náð því og nú ætlaðu þetta og ég var bara að hugsa, ok, þetta er nú ekki alveg að fljúga. Þú verður að hafa eitthvað meira, þú verður að hafa eitthvað stærra veisluborð sem þú getur sýnt mér af ef ég á að treysta því að þú sitt rétta manneskjan í þessa vegferð. Ég meina það er bara Viðreisn sem getur sýnt fram á veiðigjald og Evrópuvegferðina, hvað ætla samfylkingin að gera? Já, við fórum í þessa Evrópuvegferð sem við sögðumst ekki ætla að fara í, planið sem við vorum með alveg skotelt, því var kastað út gluggan. Þú veist, hvaða box er samfylkingin að fara að tikka í á leiðinu kjörtímabili? Og svo er annar flokkur sem að gleyma stundum, sérstaklega núna sem heitir Flokkur fólksins, sem að ég veit ekki hvernig, en stelpur, við þurfum að
Hætta þessu. Engin leikþáttur. Ég vil hafa leikþátt. Við ætlum að reyna að hafa þetta skemmtilegt. Já, heyrðu. Fleiri en ESB og svo bara... Hver var leikþátturinn af því? Hver aftur leikþátt? Varst þú með leikþátt? Ég var með leikþátt, ég er búin að undirbúa hann. Þið verður svona viljalaus verkfæri. Það verður svona props. Þið verður svona props. Ok, byrjaðu. Ok, þú ert karlmaður sem er svona svolítið eignamikill og með háar tekjur og Sólveig Anna, hún er svona pókakarl. Er ég pókakarl? Þú ert Á pókakarl. ég að leika þennan mann? Já, þú bara eikar áhyggjur. Þú ert bara að fylgja mér. Ok, prófum bara það. treystu ferlinu. Já, Ok. Mig langar eiginlega til þess að við bara trúlofumst. Já, sammála. Þú mátt alveg vera ósammála. Ó, já, ok, já, sammála. Þú vilt greinilega bara kíkja í pakkan. Þú ert bara já til að segja alveg leið. Ég legg til að við trúlofum okkur. Já. Ég vil bara segja, það er engin skuldbinding í því. Það er ekki fyrir en að við göngum á altarinu sem þú segir endanlega já. Já. Ok, en ef við göngum í hjónaband, þá hef ég bara mjög langan listareglum sem að þú þarft að fylgja. Þarft ekki að pæla í því núna. Við bara förum yfir það í eitthvað svo viðræðum. Mögulega getur þú fengið, þú veist, einhver undan þá frá þessu. Það er ekki mikill sveigjanleiki. Þú þarft bara aldrei að vera tilbúin að ganga stundi mitt ævald. Ok. Ég vil taka stjórn á svona aldrei þínum eignum og hérna... Bara eins og venjulegt hjónaband. Og ég ætla líka að taka svolítið stóran hlut af laununum þínum. Þú veist ekkert hvað það er og mögulega hækka ég það einhvern tímann í framtíðin en ég ætla að taka það vegna þess að ég er fjölkær. Og þannig að ég ádaldi fleiri maka og þeir eru misjaflega vel stattir fjárhagslega og við þurfum að geta stutt þá sko. En þetta er alltaf þannig að þú færð hluta af peningnum tilbaka. Færð eitthvað svona hluta af þessu peningu sem ég tek frá það tilbaka en þú mátt bara eyðunum í það sem ég hef áhuga á. Ekkert annað. Okay. Og mér langar til þess að þegar við göngum upp altarinu þá er hérna þessi pókakarl. Sólveigur Annar, pókakarlinn, sem að er, þú veist, nær ekki endum saman og áeiginlega ekki neitt og gengur hérna með póka sinn og ég legg til að við förum alls saman í hjónaband og þess að hinir makarnir mínir mun ekkert samþykja þennan pókakarl inn í fjölskylduna. Erum við með sameiginleg gildi? Nema þú borgir fyrir leið hennar inn í þetta heila hjónaband okkar allra. Wow. Finnst þetta ekki geggjaðu til? Mér finnst þetta geggjað. Mér finnst að við ættum að trúlofast og eins og segja, engin skuldbinding fyrir við göngum á altarinu, pókakarlinn og ríkikarlinn og við bara gerum þetta saman. Þú fær kannski að nota bíliðin, þú getur samið með einhvern afnota rétt á honum til einhvers tíma en sjáum til. Þetta, sko, ég veit hvað þetta fara með þessu. Ég ætla ekki að segja neitt meira. Nei, þetta er náttúrulega, og eins og ég segi, sko, hérna... Má ég setja hring á fingurinn? Já, nei, það viltu ekki segja? En mér finnst það, sko, það er bara líka með regluverki, sko, að hérna við séum að fara að samþekja einhvern útivistatíma sem að er einmitt í þessari sögu, sko. En bara á þig samt? Já, bara á mig, sko, og ég má ekki sofa hjá neinni og... Nei, sko, það er þannig að ég held utan um málinn. Ef að þú veist, við erum ekki í sambandi við neina aðra nema ég samþykki það, sko, sameiginlega stefna önnur sambönd og ef þú átt, þú veist, þú ert í hjónabandi núna og ert að skilja við hana strax og hún er ekki inn í þessari fjölskyldu. Nei, mitt. Já, það. Það er bara þannig. Nei, ég meina... Hún Kína, þú ert að skilja við hana. Já, hún Kína, alveg rétt, ég var að skilja við Kína. Nei, þetta er nefnilega, sko, ástæðan fyrir því ég er að móta þessu, er nefnilega þetta regluverk, sko. Og ég er bara svo mikið anti-regluverk og ég skil ekki hvernig fólk, sérstaklega bara eftir COVID, ég hefði haldið að eftir COVID það myndi það einhver áhrif að fólk sé ekki alveg tilbúið til þess að bara segja já og amen við stjórnvöld og taka við inn meira regluverk. En ég veit ekki, hvernig haldið þetta fari? Ástæðan fyrir ég er móti þessu, ég er bara móti póli, það er svo mikið vesen og... Já, þú veist, maður þarf ekki að setja hring á fingurinn eða telur og hjónabandi gangi ekki upp, sko. Af því að þetta er aldrei svona til death does us apart. Já. Það er til dauðinn aðskilur okkur. Þú getur ekki skilið. Þú getur ekki skilið. Það er auðveldara að skilja í hjónabandi heldur en að fara út úr ESB. Þetta er... Það er basically allt auðveldara heldur en að fara út úr ESB. Hvað segirðu? Það er allt auðveldara. Heldur að fara úr ESB? Ég meina, þess vegna finnst mér alltaf þegar fólk er eitthvað að segja, bara sjáðu Breta, hvað sem umrætt að var að fara út og ég er svona, nákvæmlega, hvað er það? Það var eitt, sko, þessi skuldbindingar þannig að þú þarf ekki bara að hugsa hvernig ég er núna, þú þarf líka að hugsa hvað ég gæti orðið.
Já, ég er skítdressar alveg helluð. Og ég vil helst bara ná stjórn á okkur alveg. Þetta er það bil svona. Þetta er það bil svona. Þetta er ekki galin samlingi. Nei, þetta er ekki svakalega galin samlingi. En Stelbur, þú ert að fara að brýna fallöksina, þannig að pókakallin er að fara að brýna fallöksina. Já, og útbúa mólotov-koktela. Og útbúa mólotov-koktela. Já, nákvæmlega útbúa mólotov-koktela. Þannig að við gerum þetta aftur, þið eru frábært teimi.